Buenos Aires, Argentína, brautin klár. 14 Íslendingar eru mættir í erfiðustu þrautabraut í heimi. Í kvöld kynnum við til söguna nýja þraut sem heitir dvergsúlurnar. Boxveggurinn á sínum stað og að sjálfsögðu stóru rauðu boltarnir. Þeir keppendur sem eru mættir til leiks í kvöld ætla sér allir að fara alla leið. En leiðin flókin, drullug og krefjandi. Leiðin krefst úthalds, kennsku og baráttuvilja. Það verða skakkaföll, áföll, vassföll og lykkjuföll. 3 bestu keppendurnir munu komast alla leið í lokabrautina en aðeins 1 mun standa uppi sem sigurvegari. Wipeout hefst núna. Komið sæl og velkomin í Wipeout. Eins og áður þá eru keppendur af ýmsum toga mættir til leiks og þar 2 landsþekktir. Þegar við tölum landsþekkta keppendur þá gerum við fastlega ráð fyrir því að þið viti hverjir þeir eru. Annað þeirra Ívar Guðmundsson, útvarpsmaður á Bylgjunni og einkaþjálfari. Hinn tónlistarmaður sem hefur sungið lög Bahama, Gestalistan og vin sinn. Þetta að sjálfsögðu Ingo í Veðurguðunum. En það að vera landsþekktur gerir þá ekkert sigurstrangleira en aðra hér í kvöld. Það bara skemmtilegra að sjá og lenda í skakkaföllum. Og fyrir utan Ívar og Ingo þá eru 12 keppendur mættir til leiks. Þar á meðal tvíburar, verkamaður, tannsmíðanemi og bókasafnsfræðingur, svo eitthvað sinna. Eitt eiga þó allir þessi keppendur sameiginlegt. Þeir þurfa allir að byrja á því að komast í gegnum útsláttarbrautin okkar sem hefur tekið þó nokkrum breytingum frá því í síðustu viku. Í útsláttarbrautinni í kvöld byrja keppendur á því að kljást við dvergsúlurnar, en til þess að komast yfir þær þarf góðan stökkkraft. Eftir það tekur boxveggurinn á móti keppendum með kreftanhefana og þaðan liggur leiðin yfir stóru rauðu boltana. Í kvöld endar útsláttarbrautin við piparkökuvegginn þar sem tíminn stöðvaður. Eins og þið hafið eflaust tekið eftir þá breytum við útsláttarbrautin í hverjum þætti. Það verður fróðlegt að sjá hvernig keppendum gengur með dvergsúlurnar okkar. Svo ekki sé talað piparkökuvegginn sem býður okkur áhorfendum upp á endalausa möguleika á því að hlæja rækilega að óförum annarra. En það ekki til neina að bíða. Fyrstur í brautina í kvöld einn allra besti útvarpsmaður landsins. Hann einkaþjálfari og þess vegna mikil pressa á Ívari Guðmundsson í kvöld. Yfir til þín, Rikka. Takk fyrir þetta, strákar. Ég hérna með Ívar Guðmundsson hjá mér, útvarpsmann og líkamsræktarfrömuð. Ívar, nú hefur þú tekið þátt í mörgum fitnessmótum. Þú eru alltaf lent í öðru sæti. Það þarf að taka gulli núna. Já, ég á 6 silfur heima sko, þannig að ekki komin tíma á 1 gull. En eina sem getur lofað að ég verði mjög fljótur. Mjög fljótur. Já, bara þú sett komin yfir 40. Ég held að skipta engu máli sko. Ekki nokkru einasta máli, Ívar komin að stað og hann ætlar sér að vera fljótur, enda þetta tímaþraut. Já, fljótur að detta allavega. Hann má ekki við mörgum svona skakkaföllum ef hann ætlar sér stóra hluti. Það eru erfiðar þessar dvergsúlur. Heyrðu, hann reynir aftur, átum sjá, og svo yfir þig. Nei, þetta svo. Það fyrir öll að Ívar góður sundmaður og því komin á boxvegginn. Já, hann sagðist alltaf að vera fljótur. Við skulum sjá hvað hann gerir hér. Áfram með þig, drengur. Sko. Já, hann fljótur að detta. Þá eru það stóru rauðu boltarnir. Hann býður ekkert boðan á ríkur í þá. Já, heyrðu, hann notaði þarna við tvístígandi aðferðina. Sjáðu, og svo aðferð lítur sennilega betur út á blaði bara. Já, það þýðir ekkert að vera tvístígandi í brautinni og þannig síður tvístígandi við piparkökuvegginn. Hér útvarpsmaðurinn Knái kominn á piparkökuvegginn. Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir, strákurinn. Já, hvað gerir hann? Nei, hann hélt á meðalegi kaðalinn. Hreinlega næri ekki upp á vegginn. Nema hann hafi hreinlega ekki séð vegginn. En útvarpsmaðurinn Knái klárar fyrstu brautina á 2 mínútum og 44 sekúndum. Jæja, Ívar. Hvernig líður þér? Þetta er erfitt. Erfiður á bjóstir? Já. Þetta er náttúrulega í vatninu og drullurinn líka sko. Ætlarðu að fá gulli fyrir þetta? Ég er ekki viss. Það gæti verið silfrið. Næsti keppandi í brautina 23 ára danskennari og íþróttafræðinemi. Hún heitir Bergrún. Já, danskennarinn komin á stað. Danshæfileikarnir ætti að nýtast henni ansi vel í brautinni því að hún ætti að vera með samhæfð spor. Já, kannski ekki alveg svona stór spor. Hvernig líður þér í dag? Líður bara mjög vel, sko. Það er eitthvað skrítið með augun á þér. Ég verð að fá að sjá það. Já, ég skal alveg endilega gera það. Já, þetta eru góður hæfileikar. Hún á örugglega að sjá alla boxhanskana á sama tíma. Já. Nei, hún hefur ekki verið með augun hjá sér þarna. Hún var kýlt köld bara. Þetta er svaka högg. Heyrðu, af hverju stendur hún ekki bara upp? Já, hún ætti nú ekki að vera í svona miklum erfiðleikum með þetta. Það er heldur við haldi. Akkurat, en hvað skildi danskennarinn gera á rauðu boltunum?
Hún ætti nú að hafa fínhreyfingar þar í... Nei. Wow, þetta var rosaleg skvetta. Hvernig getur svona nettu dansara líka með framkvæmt svona svakalega stóra skvettu? Já, kannski Bergrún bara svona mikil skvetta. Já, en þá það piparkökuveggurinn. Ok. Góður hraði. Já. Aftur svona svakaleg skvetta. Það kraftur í þessari stelpu. Heldur betur. En hún klárar á sama tíma og Ívar Guðmundsson, 2:44. Þú hefur ýmsa leynda hæfileika. Ég langaði að biðja að klappa svona höndunum. Hvernig gerir það? Ok. Og þú átt líka Íslandsmet í öðru? Ég tók enni sinni 10 helvægsekk og 12,5 sekundur. Með þú sjá smá sýnusvann? Já, ég get þetta líka. Ég er mikið leið af fólki í Wipeout, en nú koma þér að hlæja mér. Það er komið tími til að hlæja alla. Sjáu þið hvernig hann hleypur. Æ, þetta lítur að verið vott, maður. Það var það boxveikurinn. Hann áttur að vera lamin í leðina mjög fljótlega. Já, sjáu hvað getur. Þetta getur verið. Þetta er allir í leðinu. Sjáu þetta. Hvernig þetta standir sér svo í rauðum boltanum. Þetta er óborgarlegt. Hvað gerir Alli hér? Bíðu. Það var... Hann fór svo langt tilbaka að hann geta sleppt í að hoppa yfir höfuð. Hvað skildi hann nú gera hlægilegt í piparkökuvegnum? Það er óborgarlegt. Okkur stendur hann sem svo kjániði. Það er að fara yfir veggina. Það er að fara yfir veggina. Hann hefur eitthvað miskil eins og þraut. En tíminn hjá Alla var mjög góður, 2 mínútur og 13 sekúndur. Á leið upp á vatninu er íþróttafræðingurinn og þjálfarinn Hildur Edda. Við vitum samt ekki alveg hvað það er sem hún þjálfar. Allavega ekki dýfingar, svo mikið ég víst. Greinlegt. En skildum þjálfar nefaleika, það kemur í ljós í boxvegnum. Já. Nei, nefaleikar eru ekki hennar sterkar lið. Hvað með stóru rauðuboltana? Ætla hún takja sér þjálfun á stórum rauðum boltum? Já, það er góð spurning. Hún lagfæri þarna búninginn, mjög fagmannlega, lofa góðu. Nei. Hún tippar síðan að boltanum og hríðfellur í vatnið. Gjörsamlega, hríðfellur. Þá er það piparköku... Já, hún var í dottinn í tröppunum á leiðinni í piparkökuvegginn. Tröppur eru ekki hluti af þrautabrautinni, en hvað gerur hún í piparkökuvegginn? Nei. Hún er greinilega ekki að þjálfa heldur piparkökuveggja hopp. Engar síður þá klárar Hildur Edda á næst besta tímanu til þessa, 2 mínútur og 41 sekúnda. Næstur í brautina er bílamálarinn Bjarni. Hvað fyrir þetta? Komið! Koma! Já, koma! Það er hiti í Bjarna. Eins gott að það er stutt í næstu kælingu sem kemur hér, gjörðu þið svo vel. Já, það er gaman að sjá þetta aftur. Sjáu þið, mikill hraða á honum, flegi ferð og svo beint og... Nei, heyrðu, hvað gerist þarna? Við datt hann ekki ofan í fyrir stuttu? Jú, en þetta er sko tvíburabróðir hans, hann Einar. Eru þið samrýndi bræðirnir? Já, búin að vera það mjög mikið, já. Við erum mjög samrýndir. Hvernig er það þá fyrir móralin hjá okkur núna að vera að keppa á móti hvorum? Nú er bara keppni, það skiptir ekki, nú er ekki bræður, ég vinn hann. Heldur þú rústir honum? Þetta er ekki spurning, sko, hann er ekki séns í kallum. Já, hér er hann Bjarni sem datt í bleituna. Hann er komin í boxvegginn. Já, úr bleitun í boxi, sjáum hvernig honum gengur. Hann ætti, nei, heyrðu, hann fór ekki langt. Eitt högg í magan, eins og við sjáum hér, sjáum þetta aftur. Nei, þetta er Einar. Já, Einar. Nei, fyrir. Þetta er Bjarni. Já, hann Bjarni. Einar. Já, þetta er þá Bjarni hérna. Nei, þetta er Einar aftur. Þetta er svo einfalt, þú sér muninn á buxunum. Já, þetta er þá Bjarni. Rétt. Ok, þetta er Bjarni, veitu hver er þá þetta? Þetta er Bjarni. Já, ok, Bjarni á kafídrullu. Nei, við erum að horfa á Einar. Ok, Einar kemur sér Bjarni. Þú ert að djóka? Nei, þetta er Einar.
Ok, Einar fer á boltana. Nei, við byrjum á Bjarna. Ertu vissum að þetta sé Bjarni? Já, það er alveg augljóst. Ok. Frábær tilþrif hjá Bjarna þá. Já. Já, og þetta er þá Einar. Sko, ekkert mál. Akkurat, sjáum þetta. Bjarni til vinstri, Einar til hægri. Sjáðu. Já, ok, ég sé það núna. Þeir eru ekkert líkir svona í loftinu. Já, ég sé nú einhvern svip með þeim samt, sko. Já, ok, það er þá Einar hérna. Nei, Bjarni. Þetta er Bjarni á endarsbrettinum. Þetta er þá Einar. Ennþá Bjarni. Ertu viss? Já, já. Ok. Hér er þá... Einar. Já, ok. Hann Einar er... Bjarni... Nei, Einar klára brautina glæsilega. Nei. Bjarni klára glæsilega. Veitu hvað var þá Einar? Einar sparkar í kallinu hangir svo þarna á bláþræði, sko. Ok, nú er ég gott að vera Bjarni samt. Já, Einar situr í súpunni að klára samt með miklu betri tíma. 1:37. Já, við skulum bara kíkja aftur á Rikku sem er með næsta keppanda. Hann er City. City, hvað hefur þú fram yfir aðra keppendur? Ég tala spænsku. Nei. Komdu með hérna eitt góðan frasa um það þú ætlar að rústa þessari keppni. Voy a matar a todos y ganar a todos. Já, það sem að City sagði þarna var að hún ætlar að kála öllum og sigra keppnina. Akkurat, hún ætlar að bjóða upp á alvöru kattaslag. Hvernig ætli læðan standið sig í... Nei, hún stóð sig ekki vel þarna. Nei, það var stutt gamanið þarna. Og svo er hún eitthvað vesenast þarna í leiðinni. Já, þá eru það stóru rauðu boltarnir og hún virðist grimm á svipinn. Já, eins og alvöru nautabani og hún sér rautt. Hvað gerir hún? Hóra hann með neglunar úti. Já, þetta köllum við læðuafbrigðið. Hún má þakka fyrir að hafa ekki sprengt boltan. Herðu, þá er það piparkökuveggurinn. Hvað gerir læðan á piparkökuveggnum? Nei, hún hitt ekki gati. Þáttur í það þá klárar City á fínum tíma 3 mínútum og 20 sekúndum. Fínn tími. Skiptum yfir á Rikku. Hún er með grafíkerinn og klipparan Ragnar hjá sér. Ragnar, ég veit að þú ert búin að stúta þessa þætti frá öllum heimshornum. Ertu með eitthvað leyndamál? Ertu búin að finna lausnina á þrautunum? Sko, það var í Kazakstan þættinum. Það voru nokkri sem eiginlega voru búin að... Já, það er dead obvious hvað leið þau fóru, sko. Þannig ég ætla að taka Kosakan alla leið og bara brunna í gegn. Það klikkar ekki. Kosak frá Kazakstan? Já, kazakstanskur Kosak. En hvað ætli Ragnar hafa að segja? Ég æðum eins og alþjóð sér, uppfullur á stolti, ekki læti ég aftan mér einhver rauður bolti. Nei, hann er hagenríkur strákurinn. Já, snjall var Raggi að ríma, nú ríkur hann af stað. Eftir stuttan tíma, hann skellir sér í bað. Hann endar upp á landi og ætlar að tíma að bæta. En voðalegur vandi er boxvegnum að mæta. Slæmur er sá siður að slappa hérna af. Hann hendist núna niður með haus á bólakaf. Hann leðju keiminn kannar og kallinn þagnar. Býtu, er þetta einhver annar? Er þetta Ragnar? Þung er þessi leðja sem þekur Ragga allan. Ég skal við þig veðja. Hann veltur beint á skallan. Hann áfram flaug og datt. Hann fótfestunni tapar. Í heljarstakk hver hratt, hrekkur við og hrapar. Hann dröslar strullu þreyttur, nú dögar ekkert væl. Hann kaðal grípur sveittur og klárar svo með stæl. Já, Raggi klárar með stæl á 2 mínútum og 35 sekúndum. Já. Við skulum kíkja á stöðuna. Einar tvíburi með besta tíman til þessa 1 mínúta og 37 sekúndur. Í öðru sæti er Alli, þá næst Bjarni tvíburi, svo Rímnar Raggi, Hildur Edda og saman í 7. og 7. sæti eru þau Bergrún Dansara Skvetta og Ívar Guðmunds. Við erum hálfnið með útsláttarbrautina og ætlum að taka okkur smá hlé. Já, farið ekki langt, við menn eftir að sjá Ingo Veðuguð reyna sig í brautinni sem og 6 aðra kapsfulla keppendur. Sæl aftur, við erum hálfnuð með útsláttarbrautina sem skartar nýrri þraut í dag sem heitir dvergsúlurnar. Já, þær hafa komið mörgum keppendum í klandur þessar dvergsúlur en til Rikku er mættur næsti keppandi. Þetta er þekktur slagarasöngari og heitir einfaldlega Ingo, nú hefur Selfossliðið staðið sér gríðarlega vel í sumar.
Veðurguðinni hafa slegið í gegn. Er ekki rosaleg pressa á þér að standa þig vel í dag? Jú, ég er náttúrulega fulltrúi allra fótboltamanna og tónlistamanna á Íslandi, þannig að ef ég kúk upp á bak þá er ég þeim öllum til skammar. Ingo er komin að stað í nafni allra knattspyrnu og tónlistamanna á Íslandi. Já, og það er pressa og hann er rokkinn. Nei. Þetta hefði getið orðið vont. Hann byrjar að krafti, það er greinilegt. Hvaða afbrigði er þetta eiginlega? Hann fer þarna eins og selkópur yfir dvergarhúlutar. Já, það er kannski við hæfi, en það er hann frá Selfossi. Og hann er komin í boxvægginn. Hvað skildi Ingo gera í boxveggnum? Úff, þetta var kjaftsögn. Þetta er sennilega frá öllum þeim sem að hata orðið Bahama-lagi. Það getur verið. En þá eru það stóri rauði boltarnir. Nei! Hann hefur ekki viljað taka Selfoss afbrigðið á stóri rauði boltarna. En hann er vel syndur og er kominn að piparkökuveggnum. Hvað skildi hann gera hér? Na, glæsilegt. Ingo klárar á Bahama tíma, 1 mínútu og 52 sekúndum. Það er öskra hérna. Já, öskraðu! Ég er alveg búinn, sko. Næst í brautina er elsti keppandinn í dag, Hrafnhildur Linda. Og já, það er ein og sama manneskjan. Já, og hún ætlar að taka þetta. Taka þetta! Linda, taka þetta! Taka þetta! Linda, þú ert elsta kona í keppninni. Ég er elst, sko ég er eins og gott vín, eldist og batna bara með árunum. Já, líkt og gott rauðvín þá er Hrafnhildur kraftmikil og þroskuð. Já, og enn sem komið er, þá er hún þurr og tanninrík. Já, nei, en hún fellur og breytist úr ferskri sýru í miðlungstannin og taf. Þetta er nú meiri. Ég er svo. Já, þá er eðalvínið okkar komið að stóru rauðu boltanum. Hún virkar suðræn með sterkri eik og smá jörð. Það þarf ekki að flýta sér. Bara njóta ferðarinnar. Já, líkt og rauðvínið þá tekur hún bara sinn tími að þroskast. Þarna féll tanninnið niður. Það er greinilegt að Hrafnhildur Linda er að taka út allan sinn þroska hér. Það komið léttur svona barkarkryddskeimur af henni. Já, þá er það piparkökuveggurinn. Hér er komið að loka stigum uppskerunar. Við höfum fylgst með henni frá því hún var með léttri fyllingu og sætu berjabræði yfir í dökk múrsteinsrautt þroska rauðvín með ríkan ávöxt. Hvað skildi hún gera hér? Nei, það hefur greinilega vantað allan þéttleika í korkinn. Vínið er ekki að standa undir væntingum hér. En Linda klárar á 5 mínútum og 52 sekúndum. Næstur í rauðinni er Árni Tómas. Hann er tannsmíðanemi. Ertu stressaði fyrir keppni í dag? Nei, ég ætla bara að taka þetta. Hvernig ætlar að gera þetta? Bara að láta þessar elskur hérna. Sýndu fólkinu heima. Hvað gefur þessum vöðum að borða? Bara Malbik, sko. Já, hann gefur vöðvunum sínum Malbik að borða. Já, hvernig ætli Malbik og leðja að fara í saman? Það er áhugavert hér í boxvögnum. Akkurat, greinilega ágætisblanda og útkoman er þessi fína steypa. En tannsmiðurinn býtir bara á jaxlinn, en það getur nátt að smíða nýja jaxl ef hann fer og harkalega. Beint á rassið. Vel á orðið komist Rikka, tannsmiðurinn rann á rassinn í orðsins fyrstu merkingu. Nú reynir hins vegar á byssurnar. Kemst hann í gegnum piparkökuvegginn? Getur hann haldið sér uppi? Já, hann fór létt með þetta. Árni Tómas klárar á góðum tíma, 2 mínútum og 2 sekúndum. Í væbát er ekki til einhver ein rétt leið. Fyrir suma er gott að gefa vöðunum Malbik í matinn. Fyrir aðra er bara einfaldast að láta vaða. En ef þú lætur vaða, þá er líka hættan svo að brautin breytist í rússíbana. Við skulum sjá smá brot af fólki sem lét bara vaða.
Eins og þú sáuð þá getur það verið sárt að láta bara vaða. En þegar tekst, þá ná menn yfirleitt mjög góðum tíma í brautinni. Já, og talandi góðan tíma, hjá Rikku bókasafnsvörður sem stundar nám í japönsku. Katrín, þú ert í japönskum fræðum í háskólanum. Komdu með einn japanskan frasa. Einn japanskan. Bonsai! Jáhá. Ef bonsai afrakstur 4 ára náms í japönsku við Háskóla Íslands þá ætti að endurskoða námslánunum Katrínar. Japanska framhaldi og það á líka við aðferðin hennar Katrínar. Hún nær að grípa þarna nefið áður en hún fellur í vatnið. Já, stórmerkilegt. En hvað gerist í boxvegnu? Þetta aftur kemur nefið á henni við sögu. Já, nema hún náði ekki að grípa fyrir nefið í þetta skiptið. Nei. Þá komið að stóru rauðiboltanum eða Okina Akai Boru, eins og þeir segja í Japan. Já, takk fyrir það. Fyrsti boltinn klár. Þetta flott hjá henni, maður. Já, vel gert. Já! Wax on, wax off. Komin á annan boltan. Og þann þriðja líka. Bonsai! Hvað að gerast? Katrín, einn eftir. Harakiri! Þetta glæsilegt síðasta stökkið. Já! Við skulum sjá þetta aftur. Þetta alveg subarashi. Hvað þýðir það? Frábært á japönsku. Ok, nú þarf Katrín bara að klára þetta með stæl við piparkökuvegginn. Já, hvað gerur hún? Nei, shipai shimashita í þetta skiptið. Já, það er rétt, þetta tókst ekki í þetta skiptið. En hún grípur fyrir nefið aftur, sjáu þið. Glæsileg neftaka. Og klárar á fínu tíma, 2:01. Frá Japan höldum við hingað heim. Jón Andri skáti og hann klár í slægin. Ég mun vinna væta. Já, svona vona að hann standi sér betur enn í söngnum. Hann farinn á stað. Mikill kraftur í honum. Glæsilegt eins og sönnum skáta sæmir. En fær þarna harðalendingu. Lætur það ekki stoppa sig. Og þá það boxveikurinn. Hvað skildi að gera hér? Skátumenn og ýmislegt færð. Nei, hann kýldur niður. Ég sé reyndar ekkert hvað að gerast hérna. Hann komin, upp á stóru rauðiboltana. Akkurat. Þá eitthvað sem segir mér að þessi kraftmikli skáti eigi eftir að gera eitthvað magnað hérna. Nei! Þvílíkt stökk! Hann fór yfir bolta 2. Það er kraftur í honum. Og þá það piparkökuveggurinn. Já! Ég nú hrættur það. Já! Á frábærum tíma, 1 mínúta og 19 sekúndur. Glæsilegt, Jón Andri. Þú varst ekki lengi þessu? Nei. Finnur eitthvað svona, þetta svipað eins og heima á Úlfarsvatni? Já, svona, þetta alltaf, já, svona ég við nokkur svip. Það alltaf nokkur stöðum, sko. En miklu en ég held maður. Ef það einhver sem á séns í að slá út tímann hans Jóns, þá það Óli Sprettur sem á Íslandsmet í sprettlaupi. Óli kominn á stað, hann sprettir úr spori. Hann Óli sprettur, Óli dettur. Já, það munnaði ekki mikla að næði yfir. Úff. Á. En þá það boxveikurinn. Hann getur nú ekki beint spretti gegnum hann, eða hvað? Nei, hann nú samt verulega sannfærandi. Já, hann ekkert að hika við þetta sákurinn. Nei, hann verðist bara alltaf að klára þetta. Já, hann kemst í gegnum boxvegginn, glæsilegt. Þá það stóru rauði boltarnir. Hvernig ætlar hann að tækla þá? Hann á frábærum tíma. Þessi hægt, hann kominn á fyrsta boltan. Já, býtu, hann kominn yfir á annan. Sá þriðji kominn. Ég trú ekki að hann ætla að klára. Heyrðu, hann kominn að 4. bolt. Hann klárar. Sko, við bjuggumst ekkert við að kæmust 2 í gegn í sama þættinum, sko. Heyrðu, þá það piparkökuveggurinn, enda þetta nú með stæl, Óli. Já, þó að kampavinni sér búið full ástæða til þess að klára þetta með stæl. Það gerir hann. Já, hann klárar á frábærum tíma, 1 mínútu og 19 sekúndum, á sama tíma og Jón skáti. Þá skulum við kíkja á stöðuna eftir útsláttarbrautina. Í fyrsta og öðru sæti á 9 með tíma eru þeir Jón Skáti og Óli Sprettur. Í þriðja Einar Tvíburi, í fjórða Ingo Veðurguð. Í 5. sæti Katrín, Árni Tómas í 7. og Alli í 7.
Bjarni Tvíbur í því 8. og þá Raggi ljóðskáld, Hildur Edda, Ívar Guðmunds og Bergrún dansar í því 12. og örugg áfram. Það eru því Siddi og eðalrauðvinuð okkar hún Linda sem eru úr leik. Það var ljós hvaða 12 keppendur komast áfram í sópinn, en í sópnum reynir á jafnvægið, stökkkraftinn og einbeitinguna. Já, það ekkert samhengi á milli þess að ná góðum tíma í útsláttabrautinni og að standa sig vel í sópnum. Það var margir sigurstranglegir dottið út á þessu stigi keppninnar.